Mig langar til að verða lögfræðingur þegar ég verð stór. Þetta Nadia. Hún 16 ára og býr ásamt fjölskyldu sinni í úthverfi Delhi á Indlandi. Í hverfinu hennar mikil fátækt og margir glíma við erfiðleika. Foreldrar Nadiu höfðu ekki tækifæri á að ganga í skóla. Þau áttu erfitt með að láta enda ná saman, en það var ákveðin vendipunktur í lífi fjölskyldunar þegar þau byrjuðu í fjölskyldueflingu SOS barnaþorpanna. Í dag gengur Nadia í skóla, en hún svo fyrsta í sinni fjölskyldu til að sækja formlega menntun. SOS barnaþorpin greiða skólagjöldin hennar og skipuleggja tölvutíma fyrir börnin í hverfinu sem Nadia sækir líka. Það eru mörg vandamál sem samfélagið hennar glímir við. Starfsfólk SOS kenndi börnunum að tjá sig erfið málefni í gegnum götuleikhús. Þá fá börnin tækifæri til að tala erfiða hluti og reyna að bæta samfélagið sitt í gegnum leikrit og annan gjörning. Þau læra að tala hlutina og geta kennt öðrum börnum og náð þannig til sem flestra barna og ungmenna með jafningjafræðslu. Hópurinn hittist reglulega og ákveður hvaða málefni skuli taka fyrir og hvernig þau ætli að gera það. Þegar mamma hennar komst að því að Nadia fengi að ganga í skóla og fara í háskóla, þá fór hún að gráta. Hún fekk sjálf ekki sömu tækifæri. En auk skólagöngu barnanna fékk fjölskylda hennar líka stuðning frá SOS barnaþorpunum. Þau fengu aðstoð til að kaupa rafknúinn tuk-tuk-vagn og tekjurnar sem þau fá við að keyra hann hafa gert fjölskylduna sjálfbæra. Nú geta þau séð sig sjálf. Mamma hennar sem áður var ólæs og þurfti að biðja aðra að lesa allt fyrir sig, rekur nú eigið fyrirtæki og öðrum konum í hverfinu mikil hvatning og fyrirmynd. Foreldrar Nadia hafa þurft að ganga í gegnum erfiða tíma, en Nadia ætlar að vera dugleg og fá góða vinnu í framtíðinni til að geta séð fyrir sér og fjölskyldu sinni.